Orkuveita Reykjavíkur gæti tapað hátt í 8 milljörðum króna vegna kaupa sinna á hlut í Hitaveitu Suðurnesja. Hluturinn verður varla seldur nema á tombóluverði. Andri Ólafsson. Málið snýst 15% hlut í Hitaveitu Suðurnesja sem var í eigu Hafnarfjarðarbæjar. Orkuveita Reykjavíkur keypti hlutinn á 7 milljarða árið 2007. Skömmu síðar úrskurðaði Samkeppniseftirlitið að Orkuveitan mætti ekki eiga hlutinn, það væri brot á samkeppnislögum. Orkuveitan vildi þá rifta kaupsamningnum en Hafnarfjarðarbær neitaði. Málið fór þá fyrir dómstóla en Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði nú fyrir skömmu að kaupin skyldu standa og að Orkuveitan þyrfti þar að auki að greiða 2 milljarða í dráttarvexti. Hluturinn hefur því kostað Orkuveitina alls 9 milljarða. En þar sem Samkeppniseftirlitið hefur úrskurðað að Orkuveitan megi ekki eiga hlutinn og hún þurfa að selja hann, skulum við reyna að átta okkur á því hvers virði þessi hlutur er í dag. Setjum dæmið upp í sömu formúlu og bankarnir nota þegar þeir verðmeta fyrirtæki. Tökum hagnað félagsins fyrir skatta og margföldum 15 ár fram í tíman. Drögum svo frá skuldir og sjáum að samkvæmt þessu er heildarverðmæti Hitaveitunar 12 milljarðar. Hluturinn sem þessi frétt snýst er ekki nema 15% eða 1800 milljónir. Þar að auki er venjan að kaupendur að svo litlum hlut fái svokallaðan minnihlutaafslátt en hann er venjulega 33%. Eftir standa því 1260 milljónir. Það því ekki að undra að Orkuveitan hefur áfrýjað til Hæstaréttar því það er blóðugt fyrir hann að punga út rúmum 9 milljörðum fyrir hlut sem er í rauninni ekki nema rétt rúmlega 1 milljarðs króna virði nú.